HTML HTML er skammstufun sem byggir á tveimur hugmyndum og sú fyrri er hypertext. En hypertext er hugtak þennan línulegan texta sem með svona ólínulega anga sem getur tengt sig við annan texta og þú getur nálgast hann strax. Þetta er svona mjög abstrakt en þið vitir öll hvað þetta er. Þið farið inn á einhvern vef, þið farið inn á Wikipedia eða þið farið inn á TV Tropes eða einhvern vef sem vel linkaður og þið komist alltaf inn að því að þið eru komið með 40 tabba opna og eru farin að læra það hvernig píramídarnir í Gísa voru smíðaðir eða eitthvað og byrjuðu að læra vef. Þannig að þetta er í raun þessi, þú ert ekki bara með einhvern fastan texta sem þú lest og ert búinn, heldur ertu með texta og svo sérðu eitthvað og þú getur í raun tengt hann eitthvað áfram. Og þetta var í raun skilgreint af Ted Nelson árið 1963 en það er talið að fyrstu hugmyndirnar hafi komið fram í smásögu eftir Borges einhvern tímann snemma eða í kringum 1940 þar sem hann skrifaði smásögu mann sem ætlaði að skrifa flóknasta skáldverk sem skrifað hefði verið og búa til flóknasta völundarhús sem búið hefði verið til og svo kemur ljós að þetta er hið sama. Hann er að búa til texta sem er referensar sjálfan sig og er eins og völundarhús. Og svo eftir seinna stríð skrifaði Vannevar Bush sem vann var í bandaríska hernum, skrifaði grein tæki sem hann sá fyrir sér sem hann kallaði Memex sem hann myndi gera það verkum að við getum kategoræsað alla okkar visku og við getum einhvern veginn tekið mynd af öllu, skrifa einhverja nótur það og tengt það saman og þessar hugmyndir voru í raun byrjunin á þessum vef sem síðan er bara búið að þróast áfram. Svo ef þið hafið einhvern veginn spilað svona veldið þitt eigið ævintýribækur þá er það gert svona analog máta sem er mjög gaman að það sé að koma aftur hérna þín eigin þjóðsaga og góðsaga sem hafa verið gefnar út og krakkarnir mínir eru að lesa og hafa gaman af. En síðan hitt sem er í HTML er markup language. Markup language er í raun eitthvað mál eða einhver skilgreining sem að leyfir okkur að lýsa skjali og lýsingin er einhvern veginn setningafræðilega semantically aðgreind frá textanum sjálfum. Þannig að við erum með 3 flokka sem þetta fellur í. Við erum með svona presentational, þar sem við erum með svona vissivig eða what you see is what you get ritla. Þar sem við felum einhvern veginn markupið fyrir notendanum og einhvern veginn getum við bara látið að gerast. Þannig að þetta er með þess að þurfa að vinna með Word, þið veljið eitthvað orð og gerið bold og þá verður texturinn bold. En þið sjáuð í raun ekkert hvernig þetta er gert bold. Þetta er bara vistað í einhverjum binary skrá sem að einhver veit einhvers staðar hvernig er kóðað. Þó svo í seinni tíð sé Word farið að fara yfir í að geyma þetta allt sem XML, en annar mál. Svo erum við svona procedural, þar sem við erum búin að taka þessar markup leiðbeiningar og þær segja til einhverjar aðgerðir sem á að keyra á textan. Til dæmis þess að það hefur notað LaTeX og þá segið þið eitthvað svona backslash, emphasis og curly brackets utan orðið. Þá er það að segja einhvern þegar þú gerir þetta tilbúið til að vera prentað, þá áttu að gera þetta að italics. Og þannig að þetta eru bara svona aðgerðir sem eru skilgreindar þarna inn. Og svo er þriðja sem er descriptive, markup gefur textamerkingu sem er óháður birtingu þess. Og þar er til dæmis HTML. Að þetta skjal hér sem þið eru að horfa á þessu er HTML. En textin sjálfur, hann er setningafræðilega aðgreindur frá því hvernig hann birtist að þetta sé skrifað markup language í all caps og það sé svona leturgerð og það sé svona punktar fyrir framan þennan punktalista er algjörlega háður hvernig birtingin á skjalinu er. En ég búinn að merkja hana upp einhvern veginn með markup máli til þess að það sé síðan hægt að taka þennan texta og setja á hann eitthvað útlit. Og þá er útlitið gert með CSS en markupið sjálft er bara óháð því og lifir í HTML-inu. Þannig að HTML, Hypertext Markup Language. Þetta kom fyrst fram á sjónvarpssviði 93. Það hafði verið í þróun hjá Tim Berners-Lee hjá CERN sem er samevrópska eðlisfræðistofnunin í
á landamærum Frakklands og Sviss. Það sem þekktast fyrir núna að vera með hérna Large Hadron Collider. En þarna vildi hann leysa í raun það vandamál að hann var að vinna með einhverjum eðlisfræðingi, einhverju eðlisfræðidóti og hann var í byggingu A og hinn var í byggingu B og alltaf þegar hann þurfti eitthvað að bera eitthvað undir hann þurfti hann eitthvað að prenta eitthvað út og labba með hérna, hei, skoða þetta. Svo labbaði hann tilbaka, svo labbaði hinn yfir, hei, þetta var sniðugt, hérna eitthvað. Þannig að hann vildi einhvern veginn geta sérað, vildi einhvern veginn geta deilt gögnum á milli á betri hátt. Þannig að hann fór í raun að fableira þetta og kom upp með HTML og HTTP. Og þetta voru í fyrstu nokkrar útgáfur sem voru þarna, svolítið svona bröðsótt byrjun. Það var svona einhver kom með hugmynd og einhver kom með hugmynd á móti og svo var svona standard að fæðast og fyrstu árin í vefnum voru mjög skemmtileg af því að það var í raun, já, ég geti lesið þetta betur í kaflanum sem ég búinn að vera að brasa við. Ég ákvað að taka það ekki inn, það tekur svo rosalega langan tíma að fara yfir söguna þó hún sé mjög skemmtileg. Síðan höfum við seinni útgáfur sem eru XHTML og svo HTML5 sem við kíkjum á eftir. Hérna tölvan sem hann skrifaði þetta á og þetta sett í glerkassa hjá CERN ásamt því að það er búið að merkja ganginn þar sem hann vann þetta. Hér fæddist vefurinn. Tim Berners-Lee og félagar unnu að vefnum á þessum gangi. Og þetta sagt Next tölva sem svona forveri MacOS X stýrikerfisins og fyrstu útgáfurnar voru skrifaðar í Objective-C sem svona skemmtilegt hvernig sagan hérna. Og hérna stendur á miðanum This machine is a server, do not power down. Þetta var fyrsti vefþjónninn hana. Og þetta skrifaði hann Tim Berners-Lee á 20 ára afmæli vefsins að það að undirliggjandi svona prinsipúlið fyrir vefnum að hann er universal. Það eiga allir að geta notað vefinn frá öllum tækjum alls staðar að. Og þetta þessi opna hugsun í raun það sem er svo frábært við vefinn. Og allar aðgerðir til þess að reyna að takmarka aðgengi að vefnum eru eitthvað sem við berjast á móti. En eftir að hafa verið að vinna hana hjá CERN, þá komst hann að því að eðlisfræði og það að vera einhver leiðandi aðili í upplýsingatækni á ekkert endilega saman. Þannig að það var stofnað W3C eða World Wide Web Consortium sem er í raun bara til þess að vinna að framþróun vefsins. Og það sér staðla og stöðlun á ýmsum verkefnum og hlutum tengdum vefnum. HTML og CSS þar helst, en ekki JavaScript, það staðlað að öðru félagi. Og þetta eru óháð samtök þar sem hver sem getur gerst meðlimur, þeir getur gerst meðlimur. Og þarna þetta kemst maður á bara svona panela, þar sem bara svona verið að vinna að því að staðla hluti. Og yfirleitt eru þessi sem að staðla eru starfsmenn hjá helstu tæknifyrirtækjum eins og Apple og Google og Facebook og þeim öllum. En það sem að HTML rann undan er SGML sem er Standard Generalized Markup Language sem var fyrri tilraun til þess að, eða svona fyrri leið til þess að búa til svona markup language. Og þá búa til svona markup language sem skilgreindi önnur markup language. Þannig þetta svona meta stuff, svona markup inception. Og þetta er ISO-staðall og hann skilgreinir þetta almenna markup og hann byggir á tveimur hugmyndum að markup ætti að vera lýsandi og að markup ætti að vera strangt svo auðvelt sé að vinna úr því. Þannig að það eru bara einhverjar reglur sem eru settar fram, við erum auðvitað að geta séð hverjar reglurnar eru og svo ef við að fylgja þeim þá er raun auðvelt fyrir vélar síðan að vinna úr markupinu til þess að gera eitthvað við það. Síðan er annað svona tengt HTML og SGML en það er XML sem er Extensible Markup Language sem er þá aftur byggt á SGML en hugsað sem staðlað á W3C en hugsað sem svona format til þess að geta auðveldlega skrifað eitthvað sem er lesanlegt bæði af manneskjum og vélum. Þannig við getum skipst á upplýsingum í gegnum XML. Við getum búið okkur til eitthvað form, sett gögnin okkur í það form og svo sent það á milli. Og það á að vera svona einfalt
og almennt. En það ekkert sérstaklega einfalt og þau verða að vera vel formuð. Þannig að hérna dæmi XML og sjáum við að við búum til svona element sem innihalda önnur element og þar inni síðan einhver gögn og úr því að fá þetta hérna þá get ég einhvern veginn bæði ég get hort á þetta sem manneskja, lesið þetta og skilið hvað í gangi, það einhver síða, hún með einhverju section, það eitthvað heading og eitthvað content og þú getur látið einhverja tölvu fá þetta og hún getur með XML þáttara eða parser, tekið þetta og parsa þetta yfir einhvern gagnastruktúr sem við getum síðan unni með í forritum. Þannig sjáum við samt að hlutfallið á milli í raun markups og contents mjög slakt. Svona örugglega 15% af þyngd eða svona magni skjálsins eru þessi 6 stafir versus 1, eða jafnvel minna, undir 10%. Ég náttúrulega að fara mjög hratt yfir sögu, en þetta svona ástæða fyrir ýmsu og eitthvað sem þið getið rekist á ef þið farið að vinna eitthvað í vefinn. Þið munið rekast á XML ef þið farið að vinna í svona einhverjum svona stærri batteríum, vinna með Java aðalega, XML mjög mikið ennþá þar. En svo svona XML, það búið að trompa það eiginlega öllu leyti með JSON sem síðan sem eftir að fara yfir seinna, sem svona léttari leið til að skiptast á gögnum. En svo getið þið líka lent í því að sjá einhvern tímann XHTML og þá það í raun þessi hugmynd að taka HTML og beisa það á XML en ekki á SGML beint. Þannig að þá þetta Extensible Hypertext Markup Language og þá var það að hey, við erum fullt af svona XML parserum sem eru mjög góðir og það búið að búa til hérna og af hverju getum við ekki bara nota þá til þess að parsa vefinn hér og þar. Og þá bara látum við alla skrifa HTML bara mjög strikt, það var alltaf bara að vera korrétt XML og þá bara heimurinn betri. Það þessi hugmynd þannig að það þurfa að vera vel formað sem var hérna dauði þess. Og munum sjá aðeins hvað það fól í sér á eftir. En svo erum við með þetta HTML5 sem í raun bara, það bara sitt eigið. Það ekki byggt á neinu öðru. Það á rætusinni að rekja til HTML og SGML útgáfuna þar og XHTML. En HTML5 í raun bara, það bara einhver sér eining. Og það svona backwards compatible við allar fyrri útgáfur af HTML. Þannig að við getum tekið vef sem var búinn til árið 91 og hann mun birtast að mestu leyti rétt í öllum vefum í dag. Og þetta var líka stefnan að auka svona samvirkni eða interoperability á milli, þannig að það sé í raun auðvelt að skrifa vef og það sé auðvelt að skrifa vafra sem geta birt vef. Og þetta var mjög langdregið og áhugaverður tími, en þetta kom svona byrja að koma 2013, 2014 og þá voru svo mikið bara svona eitthvað, það HTML sem bara svona gamla, boring og svo HTML5, það geðveikt, það allt nýja og ég vildi ekki fara að skrifa HTML5 en í dag þetta HTML5 svona orðið svolítið redundant, við erum bara að skrifa HTML og það bara implicitly HTML5. En við erum náttúrulega með þá HTML og þá tengt við þetta hugtak vafra og sem við skulum bara skilgreina svona það sé. En vafri einhver hugbúnaður sem sækir vefsíðu með ákveðið URL yfir HTTP frá einhverjum ákveðnum vefþjón. URL og HTTP munum við sjá betur hvað það en URL pretty much bara http://hi.is. Ég slæ það inn í vafran, hann notar HTTP til þess að sækja til þess að meira, hann kemst að hvaða vefþjónn þetta og biður vefinn með HTTP. Vefþjónninn svarar, sendur okkur HTML, CSS og JavaScript og vafrinn sér síðan að teikna og túlka HTML, CSS og JavaScript og birta vefinn. Og allir vafrar í dag, ég held að enginn sé búinn að algjörlega losa sig við það, þá getum við skoðað í raun úr hverju vefurinn búinn til með því að fara í view source. Þannig að við getum svona, þannig að við förum hérna á hi.is og
sjá smá svona byrjunar. En hérna ég búinn að opna núna Developer Console. Það getum við líka gert með því að fara bara hérna. Allt í rugli. What? Það greinilega bara borgar sig ekki að birta neitt nema svartan texta á þessum blessaða skjávarpa. Ok, gáum hvort þetta virki. Þannig að ég get hérna. Wow. Ok. Ok, ég getum gert hérna frá vinsunin. Við getum farið í View, Developer og View Source. Sjáum þetta hérna. Ok, og það allt Command U, þannig að prófum að gera það, gáum hvort fliki út þannig. Þannig að núna ætla ég að skoða þennan source. Nei, ég má ekki næsta neitt. Förum í full screen, það greinilega að ganga betur. Prófum hérna. Ok, hérna gerði ég View Source. Það skjávarpinn hérna alveg að flíka út. Og hér sjáum við, ok, við sjáum ekki neitt. Þið trúum mér bara, þessi glimps af einhverju texta sourceinn að þessu sem við erum að skoða hérna. En við skulum bara hætta þessu þannig við. Þetta skemmtilegt. Tækni. Algjört drasl. En það segir mér þessi, þá komum við aftur að þessu hérna kvótinu frá Tim Berners-Lee frá áðan það að vefurinn sé svona universal og hann opinn, að við getum séð hvað í gangi. Þannig að þegar vefurinn var að byrja, þá var þetta rosalega mikið þannig að þú náður í eitthvað, heyrðir eitthvað, vefurinn, þetta spennandi. Opnar einhverja vefsíðu og svo kannstu bara séð View Source og þá kannstu bara, hey, kópíaði bara þetta allt og ég vistaði bara tölunni hjá mér og ég fer svo að fikta og ég fer að breyta og fikta meira og ég seti þetta síðan upp, hey, ég alltaf komið með vef. Þannig urðu fyrstu vefirnir til. Að þetta var bara fólk sem vissi ekki hvað var að gera, eins og við öll, sem var að kópa eitthvað dót, eins og við gerum öll, fikta í því og breyta því, eins og við gerum öll, og svo bara ítra þar til eitthvað gerðist sem við höfðum í haustum á okkur og langaði til að sæjast. Þannig að þetta svolítið heldur áfram í dag, og þetta gegn. En síðan að halda áfram með þessi skemmtilegu skammstafanir og skilgreiningar, þá erum við með þetta document type definition sem skilgreinir markup fyrir SGML-mál og það alveg ógeðslega boring, það bara svona skilgreint svona BNF-form, backwards-now-form fyrir markup-mál. Ef þið eru í forritunarmálum, þá mun ég læra meira það. Og svo erum við með doc-type og það skilgreinir þá hvort og hvaða DTD við erum að skrifa eftir. Og þetta svona eiginlega skiptir engu máli nema að svona leit þetta út. Hérna erum við með doc-type sem segir þetta eitthvað HTML og það á heima hérna á http://3.org eitthvað strict.gtt. Þannig að þetta vafrinn las þetta og þessi, svona á ég að passa þetta. Og svo vorum við með eitthvað annað fyrir XHTML. Og þetta þurfum við ekki að nota í dag. En ef að til dæmis farið og finnið einhver svona miðurgóð dæmi á netinu, þá gætu þau verið með svona doc-type. Þá bara ef þið sjá eitthvað svona flókið stöf efst í skjölunum sem eru að kópera og eru að fara að fikta með, þá þetta eitthvað eldgamalt dót. En við þurfum samt sem að skilgreina þetta, af því að vafrar geta, eins og sagðan, þau geta ennþá birt vefi frá því bara í fornöld, sem fyrir, svona rétt það þegar þeir flest eitthvað voru að fæðast. Þá þurfa þeir að vita hvort þeir eiga að vera birtan sem HTML5, nota þann parser, eða hvort þeir eiga að nota standards mode sem í raun það sem HTML4 og XHTML þetta notar, eða Quarks mode sem fyrir þetta allra elsta. Áður en að nokkuð var, þá voru bara buggar sem fólk notaði, þannig var þetta, og svo var bara eitthvað, hey, wow, allir þessi vefir hérna eru að birta vefsíðurnar sínar út frá einhverjum buggum. Ef við lögum hennan bugg, þá brotna allir vefir. Þannig að þá var notað það að setja svona doc-type og þá vitum við, hey, þessi veit að hann ekki, hann getting with the time, sko. Hann með doc-type sem við notum þá ekki úreldu tæknina til að birta síðuna.
og þá ef þetta var rétt GTT, þá var standardsmót nota. En svo í HTML5, til þess að vera fullu samhæft, þá þurfum við að skilgreina doctype og það bara svona, bara doctype HTML. Og þetta eina doctypeið sem við viljum sjá og nota nema að sé eitthvað mjög sérstakt. Og þá í raun ætti að vita af því. Ef ekki, þá notum við bara þetta doctype. Þá það hérna, HTML5. Því var þetta logo allstar, að þetta voru svo geðvægt heiti fyrir HTML5. Það var bara fyrir 4 árum þegar ég byrjaði að kenna þetta. En, þannig að núna ætla ég að fara yfir í raun bara hvaða síðan sem þú býr til vef. Þetta allt sko, ef þið hafa eitthvað fyrkt að HTML þetta alveg mjög basic stuff. En ég vill frekar byggja góðan grunn en að gera ráð fyrir því að þið vitið eitthvað. En við erum sett með, þegar við skrifum HTML, þá erum við með eitthvað svona element. Og það einhver ákveðin partur á síðunni sem að býr með á öðrum hlutum til eitthvað tré sem að vefurinn okkar. Og hann getur svo innihaldið önnur element eða textanóður. Og hvert element á sér á að tákna einhverja merkingu semantik. Og það þessi merkingafræði sem við nú fara yfir. Til dæmis hérna dæmið, við erum með þetta hér, P opnast, halló heimur, P lokast. Þetta element sem skilgreinir sér sett að það sé einhver setning, P stendur fyrir paragraf og inn í því textanóðan halló heimur. Svo erum við með tags, en það það sem að element byrja á tagi, til dæmis P þarna opnast og þau þurfa ekki en þau ættu að enda á einhverju svona lokatæki sem þá forward slash og svo nafnið á taginu. Og svo ef við erum með eitthvað element sem við viljum skilgreina einhver auka attribút á, þá setjum við þau á byrjunartagið. Og ef við erum bara með eitthvað sem bara byrjunartag, þá getum við sjálf lokað því með því að setja forward slashið í lokin á elementin okkar. En í HTML5 þetta engin krafa og mættu bara sleppa því. Þannig að svona líka svona old school leið til að vera að skrifa hluti, þó við getum vel séð þetta. En svo það náttúrulega, ættum að sleppa. Svo náttúrulega, svo byrjið þið að skrifa og þið munið alltaf segja tags í staðinn fyrir element, en það munur þarna á og mér finnst alltaf best að vera alltaf svona technically correct. Af því að það munur á þessu, þannig að ég eiginlega alltaf til að segja tag það meinið element. Ok, en ég get verið mjög pedantic með þetta. Síðan ofta tíðum ekki nóg að vera bara með eitthvað element sem við viljum, bara eitthvað P. Við þurfum ofta að gefa því eitthvað bæta við einhverjum upplýsingum til þess að geta gert eitthvað sérstætt við það. Og þá getum við sett svona attribute á elementið og þá það svona key value par sem breytir elementið einhvern veginn. Til dæmis class, það sem við notum til þess að stíla hlutina í CSS. Og hérna ætla ég að setja á P-elementið klassan foo sem gerir mér síðan kleift í CSS-inu mínu að vísa einhvern veginn sérstaklega í nákvæmlega þetta paragraf til þess að gera eitthvað sérstakt við nákvæmlega þetta paragraf og öll önnur sem með þetta klass á sér. Þarf ekki að vera umleik í gæðslappum, en það æskilegt svo þetta sé skýrt og sum svona attribute bara svona boolean flögg og þá bara nóg fyrir okkur að setja bara heitið það. Og svo hérna eitthvað svona option element og við ætlum að láta það vera selected og þá þurfum við bara að setja selected á það. Síðan getum við sett inn athugasemdir í HTML. Það þá svona goggur opnast og upphrópunarmerki og allt þetta í raun ekki túlkað að neinu leyti af afranum. Þetta bara algjörlega hunsað en sést þegar við gerum view source. Svo ef við viljum tákna einhver svona character entity sérstaklega, þá getum við gert það með svona ampersand, x og semikoma, þar sem x annað hvort heitið eða einhver svona kódpunktur sem þá decimal eða hex númerið á þessum staf, eins og svona hérna 00DE sem hexkóðun fyrir þátt. En þetta aftur eitthvað sem við ætlum alls ekki að nota til með þessu fyrir þátt. Þar ætlum við bara að skrifa þátt. En þið getið samt sem að registrera á þetta. Já, og svo þessar kröfur sem að XHTML setti á
málfræði, svona semantíkina í HTML og þurfum ekki að gera, en rosalega góð svona leið til að skrifa snyrtilega. Við viljum hafa vel formað, þannig að við viljum í raun hafa allt, við opnum hérna eitthvað strong, sem er svona strong, gefur til kynna eitthvað það vera svona emphasis, það vera leggja áherslu á þetta orð, en ekki að það sé einhvern veginn vitlaust loka hérna. Þannig að sjá að þetta er ójafnt og þannig viljum við ekki skrifa. Við viljum hafa tög og attribút í lágstöfum, svona, en ekki svona. Og við viljum alltaf enda öll element, loka alltaf, staðan fyrir þetta hérna, þó svo að við viljum sleppa þessu hérna. Og attribút á elementum alltaf innan gæsalappa og ekki stök. Það segja alltaf svona, ekki svona. Þó svo að þetta hérna sé í lagi svona þegar við skrifum í HTML5. En þessar kröfur eru ekki til staðar í HTML5 sem er alveg neðst fyrir ykkur sem sjá ekki. En það er mjög gott að horfa á þær svona til að sjá hvernig við erum að skrifa snyrtilega. Af því að þetta er bæði rosalega, þetta er svona snertir forritunum hjartamanns mjög. Maður sér að þetta er svo snyrtilegt og fínt og vel formað og svona. En svo byrjar að nota þetta og þú gleymir að loka einu elementi eða setur einn vitlausan staf og það bara vefurinn birtist ekki. Það er bara, já, það er parser error í vefniðinum, sorry. Og svo eru vafrar með villu sem stoppuðu það að þetta myndi vera notað og síðan svona þegar á hólminn var komið þá voru flestir þessi skrifuðu XHTML, voru bara að skrifa HTML, bara rosalega vel formað, en það var alltaf sent sem HTML og alltaf túlkað sem HTML. En kóðun okkar lýsir mjög mikið hvernig manneskja við erum, þannig að við ætlum að skrifa snyrtilegt HTML og bara snyrtilegan kóða yfir höfuð og þá ætlum við yfirleitt að horfa til þessara krafna sem að XHTML setur á málfræðina og skrifa snyrtilega, við ætlum ekki að vera að blanda saman caps í nafnum á mismunandi caps á enda og lokunartögunum okkar eða setja öll attribút í caps eitthvað svoleiðis og við ætlum að passa upp á að draga öll elementin snyrtilega inn þannig að þetta sé svona tréð komið fram en whitespace er ekki mikilvægt í HTML þannig að ef þið skrifið 100 space þá er því öllu kollapsa bara niður í 1 space eða fullt af tab-karakterum eða new lines, þetta er allt bara kollapsa niður í 1 og þá fáum við minnsta HTML-skjalið þar sem við sjáum að hér erum við að fylgja þessum reglum og þetta er mjög snyrtilegt og fínt, finnst ykkur ekki? En svo getum við í raun skrifa þetta líka svona eins og ógeðslegt og þetta er, þá er þetta í raun merkingafræðilega og túlkað nákvæmlega eins og það sem er í hinu dæminu. Þannig að við viljum svona en ekki hitt. En svo er þetta HTML sem er rótin á HTML síðu eða vef. Á vefnum rót vefs er alltaf skilgreind með HTML og á það setjum við svona lang attribút sem að skilgreina í hvað máli við erum að skrifa og svo getum við líka ef við skiptum sett eitthvað annað mál eða einhvern annan texta en allra minnsta sem við viljum gera er að skilgreina á HTML elementin okkar hvaða mál við erum að nota af því að það er mikilvægt fyrir lesfara. Svo erum við með head sem er yfirleitt fyrsta barn HTML og það skilgreina í lýsigögnum síðan okkar og minnstulegi skilgreina í hvaða stafasetti við erum að skrifa og við viljum alltaf skrifa í UTF-8 nema eitthvað annað sé einhver önnur ástæða, einhver góð ástæða sé fyrir því og svo titil síðunar. En stafasettið er í raun til þess að vita, svo vafrinn viti hvernig hann á að túlka síðan okkar, þá þarf hann að vita í hvað stafasetti við erum að skrifa og ef við skrifum þetta í raun vistum skjalið okkar í ritlunum okkar sem eitthvað annað stafasett en við segjum, þá fara táknum okkur fyrir allir text að birtast furðulega. Við fáum svona skrítin F og kassa og eitthvað svona. Og við viljum nota UTF-8. Já. Svo er body, það er meginmál síðunar og notast það við rétt markup sem skilgreinir merkingu og svo þegar við búin að vera að skrifa þetta HTML og við lendum í einhverjum vandræðum og erum bara eitthvað, þá getum við notað svona þjónustöfu frá W3CV sem er
validator sem að staðfestir að við séum að skrifa rétt. Og hann getur gripið mistök sem getur verið að valda okkur vandræðum. Til dæmis ef við lokum einhverju of snemma eða eitthvað svona, þá bendir hann okkur á þessi mistök. Og þetta bara svona eins og að nota compileri að vissu leyti. Hlutirnir nema bara það að vefurinn miklu meira forgiving og compilerin mun ekki compila dótið okkar nema að hérna sé rétt, en vefurinn okkar mun alltaf birtast, hann mun kannski bara birtast vitlaust. Þannig að í fyrstu, sérstaklega fyrir fyrsta verkefni, keyra í gegnum þetta til þess að fá upplýsingur það hvernig þið að gera vitlausur ef einhverjar. Og ég ætla að prófa hérna, nei, bara við það allt tapað þá fyrir allt í fokk. Hérna erum við sett með minnsta skjal hérna. Okay, þetta alveg að láta vel. Prófum að fara hérna. En við erum þolinmóð hérna. Þetta svo fyrirlegt. Bara ef það hvítur litur, þá fyrir allt í rugl. Já, skröfum við hérna, sjáum hvort að þetta á CSS-ina sem innvörtað á litunum og það ekkert betra. Ok, hérna í raun þetta í raun þessi tvö skjöl hérna og hér á milli inn í body, sé svona ekki vel það sem ég highlighta hérna, en það í raun, hér getum við skrifað og búið til vefinn okkar, hérna bara skilgreinum meginmáli og við getum bara gert eitthvað svona og svo getum við gert eitthvað meira, við getum búið til hérna link, það svona ahref á hi.is, hi, þá erum við búin að búa til hérna p-element sem inniheldur link, sem inniheldur attribute sem segir hvert hann vísar og textan sem segir til hvernig hann vísar á. Og svo viljum við segja hérna að hann á síðan enn frekar að vera sko eitthvað emphasis á hann og þá segjum við hérna em, þá fáum við hér, nú gerir ég villu, fyrir besta fólk. Þá sjáum við í raun hvernig hann bregst við, ef við gerum þetta hérna áfram og svo gerum við nýtt p hérna fyrir neðan. Þá, þegar skjáum við dettur inn þá inn, þá sjáum við svona glimpsið hérna á milli og þá í raun næsta setninga líka italic, þó það sé ekki ætlun okkar af því að ég gerði mistök. Og þá kemur við til þessi hérna markup validation, þá getum við farið hérna og ég get slegið inn þennan texta og ég get gert check og sjáum við hérna koma villur. Æ nei, það villur og þessar villur í raun, ef ég geti ímyndað ykkur ef ég hefði verið með 1000 lína HTML skjal og ég hefði einhvers staðar inn í miðju skjalinu óvart ítt á enter og vefurinn minn fyrir allt í einu að líta geðveikt skringilega út, allt í einu byrjar allt að vera bara italic eða allt lokast eitthvað, allt bara ótrúlega skrítið. Í staðinn fyrir það að fara í höndunum í gegnum þetta, skoða hverja línu, þá bara fyrsta, þegar við erum að svona æfa okkur og læra, bara að fara, setja í validatorinn, keyra það og sjá, já, ok, hann finnur þetta bara nákvæmlega hérna því að hann þáttar þetta bara rétt og lætur okkur vita að það eitthvað bilað. Svo svona, til gamans, þá erum við hérna með XHTML skjal, sem bæði valid og invalid, þá sjáum við eini munurinn að það búið að taka hérna loka p og núna ætlum við að fara hérna í þetta skynlega, þá opnum við hérna valid, það ok, það birtist, svo opnum við þetta sem invalid og þá segir bara vafrinn, þú ætlar að birta þetta sem XML, þetta ekki rétt XML, þannig að þú fær bara villu. Það mjög skemmtilegt. Og síðan
sjáum við hérna, við erum með þetta stafasetti okkar skilgreint hérna uppi sem UTF-8. En nú ég að nota Atom sem ritill, þið getið notað ýmsa ritla. Sublime líka góður. Og svo annar hérna Visual Studio Code sem nýlegur frá Microsoft og fjári góður. En þeir hafa flestir einhverja leið til þess að vista skjölin með einhverju ákveðnu stafasetti. Það reyndar ekki hérna. Segjum bara hérna, ég ætla að skipta yfir í ISO 88591 sem annar stafasett sem mikið notað. Sem getur kóðað íslenska stafi en ekki jafn yfirgripsmikið og UTF-8. Og svo ef ég opna núna skjalið, þá sjáum við að það fyrir allt í einhverja klausu. Og æið okkar ekki lengur heldur A með tildu og svona skrítin semikoma, svona blokkið semikoma. En það út af því að við erum í raun að skilgreina vittust stafasett. Það ósamræmi á milli stafasettsins sem skjalið okkar vistað í, hvernig það bara fysiskt vistað á disk, hvernig í raun bætunum raðað og hvernig eru kóðuð, og svo þess sem við erum að segja að það sé í. Þannig að vafrinn reynir að birta það sem hitt. Ef ég myndi síðan, var ekki þetta vista hérna, allavega, ef ég myndi vista þetta síðan, breyti skjalinu yfir í UTF-8, nei yfir í ISO 88591 skjal, þá myndi það birtast rétt. En hérna getum við líka farið og sagt vertu UTF-8, þá sjáum við það rétt. En þá erum við að yfirskrifa eða segja vafranum hvað við viljum nota í staðan fyrir að vefurinn segja það, þegar vefurinn á að gera það. Þannig að við erum passað að nota rétt hérna. Ok. Skjárpinn farin að hafa sér, en ég ætla svo sem ekki að hafa það lengri í dag. Þannig að ég mun senda á einhver dót og við hittumst aftur næsta mánudag í Öskju klukkan 3. Spurning? Já, hvaða forrit ég að nota til þess að setja vefi? Ég myndi mæla með því að nota Atom. Ég persónulega að nota hann. En svo getið þið nota Sublime eða Notepad++ eða þið getið nota bara alls konar. Ég bara mæli með því að finna sér einhvern ritil og æfa sig á hann. En það verður farið yfir þetta í fyrstu dæmitímanum.